Heyrðu, það er bara söngur og gleði inn í klefa. Já, ég veit bara venja sem svona stuðst við í vetur. Svona tíma að fagna sigri og að syngja eftir leiki, gömul vals, venja. Hvað skóp þetta að lokum hjá þér? Varnarleikur. Við erum að spila nokkuð þétt varnarlega. Við erum að frákasta vel og ég segi að það hefði svona klárað þetta fyrir okkur aðalega. Var einhver varnar áherslu sem þú lagðir á fyrir Keflavík? Nei, alls ekki. Við erum með hæði við þær, við erum stærri. Við þurfum að halda þeim fyrir fram okkur, þær eru snöggar. Þegar þeim gekk vel í leiknum þá voru þeir að keyra á okkur og skora þegar við vorum fyrir aftan þeirra. Allan ekki fyrir fram að þeir. Þeir voru að skora vördarkörf og við náðum að stoppa það, þannig að svona í seinna hálfleik. Það var nú ekki áferðarfallegur körfuboltaleikur hérna? Nei, alls ekki. Þetta byrjaði að fara alveg skelfilega hjá báðum liðum. Það var svona greinilega eitthvað stress í báðum liðum. Þannig að það svona hristist af í öðrum leiknum þá og bæði lið fóru að skora mikið. Síðan í seinna hálfleik bara mikill varnarleikur hjá báðum liðum. Svo ég segi í fyrri hálfleik 18 tapaða bolta við þig, hvað sagðirðu við þær í hálfleik? Svona til þess að pumpa þær upp? Það er bara afleitt að tapa 18 boltum í einum hálfleik. Við fórum aðeins yfir það hvað við vorum að gera vitlaust með boltann og ég reyndar ekki bara að tékka á tölfræðinni hvað voru margir að tapa í seinna hálfleik en þeir voru allavega eitthvað færri en 18. Hvernig séu þið fyrir næsta leik? Það er bara að byrja aftur 0-0 og við erum bara barátt aftur. Þeir eru búin að stela heimavallarréttinum að þeim? Já, það telur ekkert að við mætum ekki tilbúin í næsta leik. Þannig að það er bara aftur næsta leikur og það er bara að byrja 0-0 og það verður bara hörku barátta. Það býst ekkert öðru.